Systir, góða kveldið. Megi Drottinn blessa þig. Takk fyrir að koma í kirkjuna í Póbotla, fyrir að gleðja okkur með nærveru þinni. Systir, spurning mín í Biblíunni og hún í Orðsguðunum 22, vers 6. Orðsguðunum 22, vers 6. Já, systir, má ég lesa? Það segir, fræð sveinin veginn sem hann á að halda og á gamalsaldri mun hann ekki af honum víkja. Spurning mín snýst að uppeldi. Í þessu versi okkur sagt að við getum kennt barninu allt sem snýr að Guði, allt frá barnæsku. Samt tryggir það ekki að þegar barnið verður unglingur, taki það aðra stefnu og víki af vegi Guðs. Ég hef haft tækifæri til að kynnast börnum sem fæðast í kirkjunni og alast upp við að kynnast Guði. Samt sjáum við 2 dæmi, þeir sem halda áfram á vegi Guðs og svo önnur sem víkja af vegi Guðs. Þannig spurning mín, systir, hvaða ráð getur þú gefið þeim sem nú þegar foreldrar eða þeim sem að verða foreldrar, svo að Guð geti sýnt þeim miskunn, bæði þeim og börnum þeirra og að börnin víki ekki af vegi Guðs? Því að í rauninni trúi því að eins og allir foreldrar þá viljum við að barnið okkar haldi áfram á vegi Drottins, allt til dauðans. Megi Guð blessa þig. Já, orðkviðin 22. Já, systir, já. Ég hef líka séð þetta í kirkjunni, þar sem systirin segir að hún hafi séð í kirkjunni. Börnin mæta og jú, þau glöð, þau læra kórana utanað, þau biðja, syngja Guði lof og svo þegar þau verða unglingar, þá draga þau sig í hlé. Ég hef líka séð þetta fyrirbæri, en ég hef séð að unglingarnir fara, þeir í burtu í nokkur ár og svo snúa þeir aftur í kirkjuna. Þeir snúa aftur í kirkjuna. Það hef ég séð. Jæja, það veitir mér huggun. Við foreldrana, hvað getum við sagt þeim? Þetta óhjákvæmilegt. Hvernig getur ein manneskja að þvinga aðra manneskju til að trúa, til að finna eitthvað? Það ekki hægt. Aðeins góður vitnisburður, ekki sagt? Góður vitnisburður og gott fordæmi foreldra. Uppeldið, gildin, barnauppeldi sjálft og að foreldrar síni aðgát á heimilinu. Eins og ég sagði í gærkveldi í hinni kirkjunni, að deilurnar byrji ekki. Átókin, óróin, rifrildin á heimilinu, í fjölskyldunni, í þessum kjarnafjölskyldunar, blóðsyrði, móðganir, virðingarleysi, hvort sem það eiginmáðurinn gagnvart eiginkonunni eða hún gagnvart honum. Þau bera ekki virðingu hvert fyrir öðru, meta hvort annað ekki, gefa hvort öðru ekki rými, gefa sér ekki tækifæri og vinna ekki saman sem eitt lið á heimilinu. Þá koma lígarnar, syndin kemur og svo margt annað og börnin sjá þetta allt. Þá verður þetta slæmt fordæmi, slæmur vitnisburður. En ef það fjölskylda, heimili, þar sem faðir og móðir leita Guðs af öllu hjarta og með trúfesti, með virðingu og góðum gildum, gera vilja Guðs og leita hans, þá sjá börnin þetta fordæmi og það það sem festist í hjarta þeirra og í hugsunum þeirra. Þetta mun lifa áfram innra með þeim. Þá gerist þetta, eins og Biblían segir, fræð þú sveinin veginn sem hann að halda og á gammalsaldri mun hann ekki af honum víkja. Ef Biblían segir þetta, þá verður það svo og þannig það. Jafnvel þótt við sjáum að þau hafi fjarlægst og farið sína leið, þá rætist það sem Biblían segir. Orð Guðs uppfyllist og Drottinn mun einn daginn leiða þau aftur. Þá munu þau snúa aftur og leita Guðs á ný. Það það, en góður vitnisburður, gott fordæmi og að leita Guðs af hjarta. Því það fjölskyldur, það einstaklingar sem leita ekki Guðs. Það svo mikil ágreiningur, þau elska hvort annað ekki lengur, þau ber ekki lengur hlýju til hvort annans. Kærleikurinn horfinn, ástin horfinn. Þá koma fram ótrúmennska. Börnin taka eftir þessu, þá finna fyrir því, þau þjást og þá, já, það eitt í gott. Þess vegna þegar við þekkjum við að Guðs, þá metum við orð Guðs og berum virðingu fyrir því. Og hvert og eitt okkar lifir réttu lífi, bæði hann og hún. Þannig hjálpar þetta mjög mikið svo að allir afkomendur okkar fylgi þessi fordæmi. Og það það sem við viljum gera, gefa gott fordæmi, svo að fortið fylgi, börnin fylgi, unglingarnir fylgi. Og þegar þau eldast, jafnvel þegar þau verða gömul eins og hér segir, þá verður það svo. Þau munu ekki víkja af vegi Guðs okkar.